frummælandi meðmælenda, Eyrún Björg Guðmundsdóttir. Fundarstjóri, þið hafið líklega heyrt vin minn, Jesú. Hann sagðist vera sonur Guðs, reikaði Mesópótamíu og læknaði fólk með ofurkröftum sínum. Hann gat einnig gengið á vatni og gefið öllum að borða þrátt fyrir að eiga ekkert. Þegar ég frétti síðan að Jesú hefði breytt vatni í vín var mér allri aflokið. Hversu næs? Þá var engin vínbúð, engin kaffibar eða gamli bakkus. Bara H2O. Fritt bús fyrir alla. En færum þetta yfir á alvöru lífsins. Það kemur ekkert óvart ef starri myndi drukkna þegar hann ætlaði að ganga á vatni. Allir sem hafa nokkurn tíma komið nálægt vatni þekkja eiginleika þess og þeir sem hafa aldrei komist í kynni við vatn nálgast það af varúð. Það bara almenn skynsemi. Eitthvað sem liggur í augum uppi og veitum alls ekki að vera eyða tíma fundarstjórum sé að ræða. Við í Emma erum ekkert á móti kristinni trú eða trúarbrögðum yfirleitt. En það ber að taka hlutunum með fyrirvara, nálgast á út frá sjónarhorni skynseminnar, almennrar skynsemi. Það væri auðvitað nett að þurfi ekki lengur að biðja Geir þjálfara að fara fyrir mig í ríkið. Ég biði náttúrulega bara Jesú í partíið, vatn í vín, blindur fær sín og high five frá Guði, besta partí ever. En samt sem áður sjáum við daglega dæmi fólk sem gerir hræðilega hluti í skugga trúarbragða og menningar. Heyjar stríð, orsakir samkynhneigða, grýtir konur, drepur, nauðgar og pyntar. Þetta fólk hefur afsalað sér skynseminni og eru auðvelt fórnarlömb ofsatrúarbragða og spilltra pólitískra hópa sem að ala á fáfræði og ótta. Þegar fólk leggur almenna skynsemi til hliðar, hleypur það blint með hjörðinni, en það þarf skynsemi til þess að stoppa. Það sér því hver maður hversu mikilvæg almenn skynsemi er. Samt halda Akurnesingar áfram að tala gegn almennri skynsemi á þeim forsendum að hún haldi aftur á okkur og leyfi mér ekki að hafa mína eigin skoðun. Bíddu, get ég ekki verið skynsum og almennt skynsum á sama tíma? Get ég ekki verið almennt skynsum og haft skoðun? Þeir miskilja greinilega hugtakið og gera sér ekki grein fyrir hversu skammalugur málflutningur þeirra er. En þeirra skilgreining á almennri skynsemi er eitthvað sem að samfélagið ákveður fyrir okkur. Meðalmennska og eitthvað sem er okkur stórhættulegt á þeim forsendum að við beittum ekki rökhugsun þegar við notum almenna skynsemi. En þeir gæti bara ekki haft meira rangt fyrir sér. Líkt og við erum búin að tönnast á í allt kvöld er almenn skynsemi hlutir sem eru alla jafnan taldir réttir og skynsamlegir og krefjast ekki umræðu. Því legg ég til að við fyrir að rökræðum í raunverulega efni kvöldsins og hætti þessum útúrsnúningum. Elmar sagði að við varum á móti múslimum þar sem að þeir föstuðu alla ramanda og að það væri eitthvað sem við vildum ekki, þar sem að það gæti ekki talist almenn skynsemi. Elmar að fasta á ramanda er skoðun múslimans, ekki almenn skynsemi. Það er munur á skoðun og skynsemi, reynað að ná því. FFA talaði almenna skynsemi sem almenningsálit og meðalmennsku. Almenn skynsemi er grunnurinn sem við byggjum öll á. Fólk mun alltaf hafa mismunandi skoðanir, en almenn skynsemi er sú skynsemi sem við getum öll verið sammála Elmar, almenn skynsemi er ekki eitthvað sem að samfélagið ákveður fyrir þig. Það er eitthvað sem að samfélagið ákveður saman. Þið eru vondikallinn, ekki við. Alla keppnina hafa þeir talað skynsemi fólks. Það er ekki til. Fólk hefur skoðanir sem það byggir kannski á skynsemi, en skoðanir hafa ekkert að gera með almenna skynsemi. Almenn skynsemi er sameiginleg okkur öllum, hafin yfir skoðanir fólks eins og Hildur sagði. Elmar sagði að almenn skynsemi var einungis að fylgja öllum í blindni. Elmar, þú ert að rugla saman almennri skynsemi og hjarðeðlinu. Án skynseminnar myndir hjörðin hlaupa stjórnlaus áður en nokkrum manni dytti í hug að stoppa. Góðir gestir, gagnrýn hugsun og almenn skynsemi er eitt helsta vopn hjálparsamtaka út allan heim. Með aukinni menntun lærir fólk í þróunaríkjum að beita skynsemi sinni og taka áróðri og legum með fyrirvara. Með almenna skynsemi í vopnabúrinu látum við ekki bjóða okkur hvað sem er. Við látum ekki kúga okkur, við látum ekki ljúga okkur. Við erum skynsum. Eyrún talaði í 3 mínútur 57 sekúndur. Nú tekur til máls frummælandi andmælenda Halldór Logi Sigurðarson. Fundarstjóri. Já, Eyrún, samfélagið í Maldíveyjum þýðir fyrir konur að hafa verið nauðgað. Samfélagið, það er akkúrat málið. Mandela sat inn í fangelsi í 27 ár vegna samfélagsins. Allavega, almenn skynsemi. Þú líkt kjaftæði! Ég þarf að slíta þér. Á ég vera rólegur? Á ég taka lyfið mín? Á ég vera skynsamur og í spennudauðu samfélags
sem vil stjórna því hvað ég geri, hvað ég hugsa, hvað ég segi. Nei takk, ég sé ekki allir með emmaðingar og það bindi. Fyrir hvað segir bindi eiginlega? Þið gerir ekki neitt. Og það vesti hérna. Það gerir ekki neitt. Æ, afsakið fólk. Ég átti víst að vera að flytja einhverja ræðu hérna en... Bullshit! Þú getur að drepleiðileg! Almenn skynsemi er nefnilega drepleiðileg. Það byrjaði ekki að skemmtileg saga á, sko ég var að læra heim og drauka mjólk þegar... Nei! Skemmtilega sögur byrjaði á eins og ég var blekað með einhverju guði þegar rakst á þess að flugvelda. Og enn skemmtilega þannig sögur enda á og þannig kynntumst við mamma þín. Það gerist ekki alltaf nýtt eða spennandi eða skemmtilegt eða fylgjum alltaf annarri samt almennri. Hvað var þetta? Ég var eins og það heitir, það er svo asnalegt. Ef þið brjótist ekki gegn þessum straum ykkar, þá gerist aldrei neitt nýtt eða spennandi. Ég hefði aldrei kynnst ástinni minni, væri ekki flikkísi og emmaðingar muni aldrei missa söngdóminn nema þeir rísi niður þessi buxurnar. Fólk sagði við stuðningslið okkar, nei FFA, það er ekki almennt skinn sem að byrja að drekka 4 tímum fyrir keppni en fuck it! Við gerum það sem við viljum, vegna þetta er það sem við viljum gera. Hvort skiptir meira máli að setjast niður með krakkarna sínu og segja sko, einu sinni vann ég keppni í að tuða og komin ykkur klukkan 8. Eða, einu sinni var ég að jamma mig með vinum mínum og réðist á okkur spítus. Og ég bara gaf hann kjapt svo! Sko, vinur minn, ég ræðist ekkert á dópista. Sko, það gerist aldrei neitt nýtt og spennandi ef við sitjum alltaf og gerum ekki neitt. Og please, elskurnar, ekki segja FFA er að mæla með áfengi og ofbeldi. Við erum ekkert að mæla með áfengi og ofbeldi. Alltaf ekki einvorðungu. Við erum að mæla með því að fara út og upplifa heiminn, endurvekja tískur, búa til nýja, finna toppuna mína! Það er engin þroski því að sitja heima skýrlegur og finna aldrei hvað felst í fjöri. Basically, það er engin skynsemi því að vera EMA. Spyr ég bara Jackaskurna, hvað gerði almenn skynsemi fyrir þá? Jú, ok, kannski voru einhver meiðsli og dauðsföll, en engin alvarleg. Ryan Dunn lifði ekki til að vera 35 ára, en á sínum stutta tíma áorkaði meiru en þeir munu nokkuð tíma að gera á 100 árum! Emmaðingar, þið eru talsmenn afturhaldsaflanna hér í kvöld. Þið viljum nota löngu úrelt hugtak til þess að viðhalda núverandi ástandi. Þið eru svo stjórnmálamennir sem stálu sameiginlegum draumum okkar og vonum og pökkuðu þeim inn í innihaldslaus kosningaloforð. Almenn skynsemi, pah! Hvar er skjaldborgin, emmaðingar? Hvar er skuldaði yfirfendingarna? Hvar er Sigmundur á hann þetta barnið ekki? Og hvar eru töflurnar mínar? Vitið þið hvað? Ég nenni ekki svona að lesa þetta hérna. Þannig að... Almenn skynsemi eins er ekki almenn skynsemi annars. 2. Almenn skynsemi samfélagsins er ekki almenn skynsemi annars samfélags. 3. Almenn skynsemi á einu tíma er ekki svo sama og almenn skynsemi á öðrum tíma. 4. Almenn skynsemi er samheiti yfir ráðaði skoðanir, þar sem þykir rétt og rangt hverju sinni í hverju samfélagi fyrir sig. Emma, þið notið ekki svona orðasambandið almenn skynsemi í ræðin ykkar. Þið notið bara orðið skynsemi. Þið eru að reyna að fela ykkur á bæði humbúk almennings, á bæði grímu, framfara og gáfna. MA vilja lappa túristar til London til að dasta Big Ben. Við viljum rúta með pöngurum og taka tegundagúrunum! Halldór talaði í 3 mínútur 53 sekúndur. Næstur upp í pontu er meðmælenda Tómas Bjarnason. Fundarstjóri, það myndi engin heilvita maður neita gildi og gagnsemi almennrar skynsemi. Ekki nema sáinn sami vilji steypa mannkyninu í eilífa kyrrstöðu og sökkva því ofan í heildjúpt kviksindi fáfræðinnar. Allur árangur mannkyns hefur verið byggður á grunni almennrar skynsemi. Í krafti upplýsingar og þróunar hefur hann náðst með skynsemi og rökhugsun að leiðarljósi. En mannfólkið hlustar ekki alltaf á skynsemi sína og afleiðingarnar hafa verið skelfilegar. Afturfarir, illdeilur og mistök sem kosta að hafa mannslíf er meðal þess sem getur gerst þegar manneskjan lætur skynsemina löndum leið. En ef við hlustuðum, ef
við létum ekki græðgina, óttann og fáfræðina blinda skynsemi okkar, það væri mannkynið betur statt en raun ber vitni. Almenn skynsemi getur og hefur bjargað mannslífum, það staðreynd. En Akurnesingar virðast ekki skilja staðreyndir. Alla keppnina hafa þær talað á móti almennri skynsemi en með einhverri eigin skynsemi. Strákar, þegar allir eru sammála að eitthvað sé skynsamlegt, þá það almenn skynsemi. Ertu að segja þessi slæmt að gefa stefnuljós bara því að það telst vera almenn skynsemi? Kæru fundarmenn, ímyndið ykkur heim þar sem skynsemi alltaf höfð í forgrunn. Engin græðgi, engin heimska, engin svik, engin afbrýðisemi. Það augljóst að almenn skynsemi hefur bara jákvæð áhrif á þennan heim. Ef almenn skynsemi væri allsráðandi, hefði engin manneskja þurft að sæta því að vera myrt, því það telst ekki skynsamlegt að myrða aðrar manneskjur, það eru allir sammála. Engin manneskja hefði þurft að leiðast út í heim fíkniefna og glæpahneigðar, því það ber ekki vott skynsamlegt líferni, og það eru allir sammála. Engin stríð væru, því það býr engin skynsemi í því að þjóðir sendi ungviðið sitt út að drepa aðrar manneskjur, og það eru allir sammála. Og þegar allir eru sammála hvað sé rétt og hvað sé gott, þá það almenn skynsemi. Hlutir sem alla jafna eru taldir skynsamlegir og réttir krefjast ekki einu sinni umræðu. Ég fæ ekki skilið hvernig Akurnesingar geta mælt á móti þessu. Ég skil ekki hvernig skynsemin á að halda aftur á okkur þegar hún í raun grunnurinn að allri okkar rökhugsun. Halldór hætti þið að snúa út úr og svaraði okkur hreint út. Ég vil samt þakka þér fyrir að segja okkur frá því hvernig foreldrarnir kynntust. Það útskýrði mjög margt. En það ekki það sama að mæla með því að notfæra sér almenna skynsemi til dæmis á djamminu og mæla með því að vera alltaf heima hjá sér að drekka mjólk og læra heima. Við viljum alveg skemmt okkur vel og djamma, en við hugsum okkur kannski tvisvar áður en við þrykkjum í okkur 14. skotinu á 14 mínútum og seljum annað nýrað okkur fyrir 5 grömm af hassi. Með öðrum orðum, það alveg hægt að skemmta sér vel en hafa samt almenna skynsemi að leiðarljósi. Góðir gestir, ég bara búin að fá mig fullsattan af þessu kjaftæði. Akurnesingar eru búin að grafa sína eigin gröf, moka yfir og síðasta naglinn í kistunni var þegar Halldór sagði að engin skemmtileg saga væri til vegna almennrar skynsemi. Halldór, þetta bara ekki rétt. Hugsaðu bara út í það að engin saga myndi enda vel hefði almenn skynsemi ekki komið inn á einhverjum tímapunkti. Halldór talaði síðan eins og hann væri hafinn yfir almenna skynsemi, vildi fara lengra, hærra, hraðar og hætti aldrei að bæta sig og betra og rúnda með pönkurum. Ok, cool, en segjum svo að þú viljið setja heimsmet í maraþonhlaupi. Hvernig ætlar þú að fara því að þú beitir ekki almenna skynsemi og æfir þið fyrst? Ég býst við svari, ekki seinna en í næstu ræðu. Góðir gestir, ég segi bara hingað ekki lengra. Þessir Akurnesingar mega ekki komast upp með fleiri útúrsnúninga. Almenn skynsemi hlutir sem allir vita þeir eru réttir, hlutir sem þarf ekki einu svona rökræðu. Ef þið getið nefnt mér einn slæman hlut sem lýtur þessum lögmálum, þá skal ég persónulega afsala mér þessari keppni og flytja til Akranes. Talaði í 3 mínútur 56 sekúndur. Næstur í pontu meðmælandi andmælenda Starri Reynisson. Fundarstjóri, umræðan í kvöld ekki flókin og leiðindaskapur MA-inga breytir engum það. Það sama hvernig þau reyna að flækja málin. Almenn skynsemi ekki eitthvað eitt niðurnelt hugtak. Almenn skynsemi eitt í dag og annað á morgun. Hún önnur hér en hún í Zimbabwe. Ef MA-ingar þykjast vita einhverja allsherjar skynsemi sem næri yfir öll landamæri og mannkynssöguna í heild sinni, hafa þeir skipað sér sess á meðal verstu einræðisherra mannkynssögunar. Sjáðu til, kæru gestir, við í FFA þykjumst ekki vita hvað þið eigið að gera við líf ykkar. Það bara undir hverjum og einum komið hvaða leið hann velur. Hvort þær ákvarðanir sem við tökum í lífinu eru skynsamar eða ekki engin leið að vita fyrr en á þær hefur verið reynt. Menn læra sífellt af mistökum sínum og sumt sem hljómaði galið í upphafi reynist vera snilld að lokum. Þetta ekkert flókið. Almenn skynsemi innihaldslaust raus þeirra sem þykjast vita betur en aðrir. Froða þeirra sem telja sig geta sagt við okkur hinn hvernig við eigum að haga okkur og hvaða ákvarðanir við eigum að taka í lífi okkar. Ég segi nei. Rússar og MA-ingar þurfa að átta sig á því að það okay to be gay. Hvað þurfa eiginlega margir að negla á sér punginn við gangstéttina til þess að þið byrjið að hlusta?
Stelpur, þið sætu nú alla hér í kvöld ef Bríet Bjarnhéðins og fleiri konur hefði ekki gripið í stýrið á kvenréttinda trukknum og beygt út af hringtorgi almennrar skynsemi. En ég ekki bara hérna í kvöld til að tala réttindabaráttu kvenna, heldur allt það fólk sem hefur farið gegn almennri skynsemi og barist fyrir rétti sínum. Martin Luther King Jr. átti sér draum sem fór þvert gegn almennri skynsemi þess tíma. Ég á mér líka draum. Ég á mér draum það að einn daginn muni allt mannkynið og þá sérstaklega emmæingar opna augun og sjá hvað almenn skynsemi heldur aftur á. Fáum eitt á hreint. Hver munurinn á skynsemi og almennri skynsemi samkvæmt MA? Hildur, þú talaðir framfarir vísinda og skynsemi í sömu setningu. Almenn skynsemi andstæðan við vísindalega þekkingu. Á meðan vísindaleg þekking byggð á rannsóknum almenn skynsemi byggð á múgæsing. Það engin trygging fyrir því að hún byggja á staðreyndum. Ekki þykjast hafa vísindalega þekkingu þín megin. Almenn skynsemi segir okkur að varast sjúkdóma. Skynsemi kenndi læknin okkur að sýkja fólk af sjúkdómum til að búa til mótefni, þvert á móti almennri skynsemi. Tómas talaði almenna skynsemi sem grundvöll samfélags. Kjaftæði eins og svo margt annað sem hefur komið frá ykkur í kvöld. Grundvöllur samfélaga skynsemi einstaklingana. Til þess að samfélög fá að blómstra einmitt mikilvægt að það sé ekki ein ráðandi hugmyndafræði. Eyrún, 436 þingmenn rússneska þingsins samþykktu að skerða réttindi samkynhneigðra. Hvað það annað en almenn skynsemi þeirra? Samfélagið einmitt búið að troða þessu inn í hausinn á þeim. Ræðulið Emma talar hérna nauðganir, stuldur og ofbeldi. Málið það að nauðganir, ofbeldi og stuldur eru ekki hlutir sem almenn skynsemi heldur aftur af. Skynsemi gerir það. Ég var alveg til að prófa að ræna banka, en ég geri það ekki vegna skynsemi. Ég samt ekkert almennt skynsamur. Ég að fara að fá mér á eftir, poppa molli jafnvel og endurgla á því að fá mér feitan burger áður en ég fer heim. Djöfull verður gaman. Góðir gestir, það sem emmæingar þurfa að fatta að ef allir færu eftir almennri skynsemi, þá yrðu engar framfarir í heiminum. Obama var að týna bómull í Alabama. Vala væri ekki dama. Nanna frænka flýtt ekki bíllaus og Páll Óskar væri ekki gorgeous. Stuðningsmaður meðmælenda, Hildur Þórbjörg Ármannsdóttir. Fundarstjóri, að heyra 4 menntaða einstaklinga nýta sér stöðu sína, stöðu sem þeir hafa fengið upp í hendurnar til þess að andmæla þeim eiginleika mannsins sem komum hingað í fyrsta lagi furðulega þversögn. Halldór hafði greinilega enga trú á sínum eigin málstað lengur þar sem hann fór úr öllu upp á sviði og reyndi þannig að heilla dómarana. Halldór, þú blekkir engan, við Eyrún sáum allt fyrir aftan pontu, þú fór aldrei herra en 4. Það sem ágæta andmældi mínir átta sig ekki á að þeir eru að mæla á móti mesta framfara spori í mannkyns sögunni. Án almennar skynsemi hefðu aldrei orðið neinar byltingar. Martin Luther King, Voltaire, Rosa Parks. Hverjum þessara einstaklinga hefði dottið í hug að berjast fyrir réttindum sínum án almennar skynsemi? Hvernig eiga þeir kúðu að rísa upp ef þeir vita ekki að á þeim sé brotið? Þegar andmældi mínir mæla á móti almennri skynsemi, mæla þeir á móti upplýsingunni, baráttu svartra í Bandaríkjunum og jafnréttisbaráttum út allan heim. Án almennar skynsemi og vitneskju ríkir stöðnun. Fólk sættir sig við stöðu sína því það gerir sér ekki grein fyrir því að það á eitthvað miklu betra skilið. Og það geta allir þeir sem hafa kúgað verið sammála Fagfræði fólksins besta vopnið. Þegar fólk leggur almenna skynsemi til hliðar þau auðveld fórnarlömb. Sú skynsemi sem við mælum með hér í kvöld en FFA á móti. Já, og hvaða forsendum? Á þeir haldi aftur að okkur, á neyð okkur til að fylgja hópnum, á íti undir efnahagshrun. Starri líkt okkur við versta einræðisherra því við erum að segja ykkur að líta beggja hliða þegar þið farið yfir götu. Starri, við erum ekki að leggja ykkur lífsreglurnar, almenn skynsemi þar sem allir eru sammála þessu rétt og gott. Það er miklu betur eins og lýðræði heldur en einræði, en hvað veit ég? Starri sagði að almenn skynsemi væri ekkert nema grunnar ágiskræði sem getur verið hættur af þeim sem gleypi við þeim eins og vísindalega þekkingu.
til súpur. Það er ágiskun en samt sem áður ekki almenn skynsemi. Skynsemin myndi hins vegar segja mér að það sé óráðlegt og líklegast bjarga lífi mínu. Starri sagði að við gætum ekki verið með almennri skynsemi vegna þess að hann kemur ekki veg fyrir nauðganir. Starri, í fyrsta lagi þá hefur siðferði ekkert að gera með almenni skynsemi. Í öðru lagi þá er oftast talað um siðblind fólk sem undantekninguna en ekki regluna. Og í þriðja lagi þá er skortur á almenni skynsemi gert annað fólk að auðveld fórnarlegum siðlýsingja. Starri vildi meina að með almennu skynsemi værum við að fylgja samfélaginu í blindni. Starri, þetta gerist þegar okkur skortir almenna skynsemi eða sjálfstraust yfir höfuð. Notaðu hausinn og þú getur verið nákvæmlega sá sem þú vilt og getur farið þá átt sem þú einn kýst. Þið verðið að átta ykkur á því að almenn skynsemi er ekki brotin í flokka. Það er ekki almenn skynsemi Rússa, almenn skynsemi gausinn sem eldi pungin á sig við Rauðatorgið sem er til umræður hér. Þetta eru bara skoðin sem þið talið hættið að ljúga á fólk hvað almenn skynsemi sé. Í seinni ræðu hélt Starri fram að til þess að ná árangri þyrfti að brjóta úr hlekkjum almennar skynsemi. Þarna er þú lögð saman meðalmennsku og almennri skynsemi. Að brjótast úr meðalmennsku er að stofna sprotafyrirtæki. Að brjótast úr almennri skynsemi er að hefta pungin á sér í blað. Í allt kvöld hafa andmæður mínir ruglast á almennri skynsemi og skoðunum einstakra minnihlutahópa. Takið eftir því þegar Elmar kemur á eftir með seinustu ræðu kvöldsins og heldur áfram með sama kjaftæðið og fyrir kringum hinn almenna skilning á umræðinu. Halldór sagði að almenn skynsemi væri úrtugutæk sem ætti sig ekki stoð í raunveruleikanum lengur. Það er bara ekki rétt. Góðu gestir, almenn skynsemi er grundvöllur mannréttindabaráttu. Án hennar, hver væri þá staða samkynhneigðra á Íslandi? Fatlaðra, kvenna eða annarra minnihlutahópa? Hver væri staða mín? Já, hver væri staða okkar allra? Við erum með almennri skynsemi vegna þess að við stöndum með vitneskju, mannréttindum og framþróun. Elmar, með hverju stendur þú? Mínútur 59 sekúndur. Upp í pontu kemur stuðningsmaður andmælenda Elmar Gísli Gíslason. Fundarstjóri, Eyrún talar það að hún almenna skynsemi myndi hjörðin hlaupa stjórnlaust Djöfisins fjör væri það! Allir bara, Hildur, þú viðurkennir að samfélagið móti almenna skynsemi. Þetta vantaði í Bríeti og Rósu Parks og Kingaran. Ok, ég er búinn að fara að sitja þarna ógeðslega lengi og hlusta á ruglið í emmaingum og djöfull er ég fegin að þurfi ekki að hlusta á það lengur. Þú veist, hvað er þetta að lifa að pæla eða? Þú veist, við mætum bara út í feeling og erum mega swag eins og gengur og þú veist, svo er þetta að lifa bara eitthvað anti-jóló sem er alltaf ekki swag og þú veist, eru þau kongar í heiminum eða? Þú veist, á ég bara að láta einhverja reglu sem þú veist, gauð sem drast fyrir 1000 árum ráða hvort ég fæ með Karlsberg eða Túrborg? Hvort ég fæ með Bagg eða Síkó? Nei, ég bara ákveða sjálfur. Akkur má ég ekki bara tala svona? Akkur þekki ég tala eins og þessi 50 að ég er kepp í Morfís? Sko, málið er bara að öllum er drullu sama þessa almennu skynsemi. Þú veist, fólk er bara að fá sér og hafa gaman þegar það á að vera að læra eitthvað. Þú veist, ég er að fara í líffræðipróf á þriðjudaginn. Ég er að falla þar. Ég er samt að fara að djamma í kvöld. Af hverju? Af því ég er frumkvöðull. Líf mitt er óskrifið bók og ég ætla að skrifa hana sjálfur. Af því að ég vil frekar hlusta á Biggie og fá með Bagg. Bara old school GP chillin. Heldur hann að lesa Laxness á það bara að útskóða mér úr samfélaginu. Ef allir fylgdu almennri skynsemi væri heimurinn ömurlegur staður. Hildur, þarna kom ég þér óvart. Sko, þið báðuð munin á almenni
almenni skynsemi og skynsemi. Gjörðu svo vel. Þetta eru gjörólíkir hlutir. Það eru til fjölmörg dæmi afar skynsamt fólk sem braut einmitt gegn almenni skynsemi samfélagsins eða þeim tíðaranda sem ríkti. Steve Jobs kláraði aldrei Stanford University þvert á almenna skynsemi sem segir okkur að ganga menntavegi. Það taldist nú ekki til almenna skynsemi þegar Picasso eyddi lífi sín í fátækt við að mála verk sem enginn keypti. Í dag deilir enginn það að hann hafi verið einn besti listamaður sögunnar. Dæmin eru óteljandi. Hérna koma ennæðingar upp og spurja hvort við viljum bara nauðga, berja og vera almennt leiðilegir. Það er kannski ekki í lagi nær allstaðar í heiminum að nauðga, en sumstaðar er það dauðasynd að vera nauðgað. Maldíveyjar, Sádi-Arabía og Afganistan eru lönd þar sem að fórnarlambi nauðgunar er refsað fyrir hórdóm. En gerendurnir fá bara svona létt högg á hendina og sagt að gera þetta aldrei aftur. Við viljum breyta þessum hugsunarhætti. Góðir gestir, það þarf fólk eins og okkur til að gera heiminn skemmtilegan. Fólk sem færir heimsbyggðinni breytingar en ekki sömu gömlu tugguna. Þess vegna segi ég, poppið öll, kveikið á swaginu og umfram allt